Síðast þegar ég hitti Sverri Ingólfsson á Ystafelli þá sagði hann mér frá tilurð safnsins og sögu þess í stuttu máli. En í dag hitti ég hann aftur og þá segir hann mér frá ákveðnum merkilegum faratækjum sem þar er að finna og einnig frá slysinu sem var til þess að hann er búinn að vera í hjólastól í meir en 30 ár. Þá erum við konið í efra nýrra húsi. Hvenær tókuðu það í notkun? Við opnuðum það 2006 og byggjum það 2004-05 og opnum í júlí 2006. Þetta hefur nú verið talsverð stækkun. Já, þetta er rúmlega helmingstækkun. Já, rúmlega tvöföldun á þetta er 720 fermetrar þetta hús. Já. Þannig að það var mikill munur þegar við fengum það og nú er það orðið alveg tróðfullt, eins og maður segir. Þið eru búin að sprengja það og væntanlega hugur í ykkur að halda áfram? Já, það er... Pabbi sagði svo... Já, ég vitna oft í það. Hann sagði stöðnun er afturför. Já. Þannig að það er að reyna að halda áfram. Já. Hvað eru þið með þá marga bíla hérna inni? Það eru cirka 110 faratæki inni núna. Bílar og traktorar og nokkrir snjósleðar. Og ein flugur? Já, eða svifflugur. Eða svifflugur, já. Hvaða bíl myndirðu benda á fyrst hér uppi? Það fer allt eftir hver spyr. Útlendingar eru mjög imponeraðir af sér forsetabílinn hérna sem að Vigdís notaði. Já. Cadillacinn sem hún notaði frá 82 til 94. Sem þýðir væntanlega að frægir forsetar voru það líka? Já. Ég veit nokkuð fyrir víst að Reagan satt í honum, hann kom enga heimsókn. En hann var náttúrulega notaður á sama tíma og leiðtogafundurinn var. Já. Þannig að ég veit ekki hvort að Gorbatsjov fór í hann. Ég gerir ráð fyrir því? Já, ég segi útlendingur það alveg fullum halsi, sko. Já. Og svo er náttúrulega skóti hérna sem Ingimar Eydal átti, eins og við sagðum áðan. Og það er ýmsir merki bílar hérna. Já. Hvað geturðu sagt mér bílinn hérna þér á hægri hönd? Þessi kom hérna bara í vor. Þannig átti Kristjánsson, oft kallaði bílagöngur á Akureyri. Hann keypti þennan bíl nýjan, þetta er Ford 34 og sem sagt búinn að vera hérna alla tíð á Íslandi. Þorsteinn Baldursson gerði hann upp og sonur hans eignaðist hans og lánaði okkur hann núna. Þetta er mjög fallegu bíl, þetta voru fallegi bílar á þessum árum og hérna kannski má segja svona frægastu þennan, þetta er alveg bíl eins og Bonnie og Clyde voru myrt í á sínum tíma. Þetta er sama útgáfa. Já. Og ég er með hérna afrita bréfi sem Clyde Barrow skrifaði allir Henry Ford til að þakka honum fyrir að hafa fundið upp áttamótorinn. Já. Því að það var mjög hrifinn af þeim. Stal helst bara svoleiðis bílum. Já, hann hefur notað hann vel á flóttanum. Já. Komið sér í góða þarf. Já. Fyrir hann, já. Já, fyrir hann. Segðu mér eitt. Þú ert í hjólastól. Hvað ertu búinn að vera lengi í hjólastól? Það er rúmlega 30 ár, það er rúmlega 31 ár. Já, það er nálgast 32. Já. Já. Hvað gerðist? Það sprakk æð í hálsinum á mér, meðfætt æðaflækju sem fór að leka. Og lakin í mænugöngin. Rúmlega 20? Já, 23. Já. Með þessum afleiðingum þú ert lamur? Já. Ég ætla fór frekar illa, þetta var ofarlega, sko. Ég misti öndunina var það þegar þetta gerist. Já. En það gekk aðeins tilbaka og ég fekk hægri hendina svona nokkuð góða. Já, svona ýmislegt, gekk tilbaka. Já, en svona ungur maður hlýtur að hafa verið sjokkerandi lífsreynsla. Já, sjálfsögðu var það. Þetta var dýrus högg, sko, en svona ég átti góða að og svona, þetta komst einhvern veginn í gegnum þetta. En þú ætlaðir alltaf að vera í bílum og þú ert í bílum? Ég get náttúrulega ekki sagt það á fyrstu dögunum, sko, segir, en maður svo sem maður langaði ekki að gefast upp, sko. Nei. Já, þetta þróaðist bara svona, maður fann að maður gett gert eitthvað. Já.
Þú ert að gera upp bíla. Segðu mér, hvernig fer þú að því í hjólastól? Ég náttúrulega svo sem ger þetta bara kannski í róleitum og kannski vinna þetta eitthvað öðruvísi en stundum svona til að vera með hrokan og fullir sko, þá segir maður að bílar ekki smíðaði með fóttorum sko. Heldur þetta gert með höndorum og ég með aðra hendin í lagi. Já. En ég náttúrulega bara, já, maður bara gerir þetta öðruvísi og svo náttúrulega með mikil hjálp. Ég ger ekki alla hluti, en það alltaf einhverjir í kringum mig sem að rétta hjálpar hann sko. Já. Þannig að þú tekur ákveðin bíl fyrir og ert að vinna hann í vetur. Já, við vinnum bara bara því á veturna sko. Já. Já, ég hef leitt með bara eitt verkefni í einu. Það lítur nú að hafa verið talsvert verk að taka kristnisbílinn. Já, það var mjög skemmtilegt. Það leit ekki vel út í byrjun. Nei, það var frekar dapur. En það var rosalega skemmtilegt verkefni. Þetta segja það, við fengum svo mikið og gott feedback frá öllu, það voru svo margir sem mundi eftir honum. Já. Það hefðu einhverju tengingar, þannig að það var alveg sama hver kom í skúrinn sko eða eitthvað, það var alltaf einhverjar sögur og líka bara mjög gaman að stúdera hvernig kallandi smíðu þetta í gamla daga sko. Já. Það var, þetta var náttúrulega smíðuð á Akureyri og maður, maður bara gat séð nákvæmlega hvernig hvað var gert og... Já. Gáttu þið þá smíða það sem upp á vantaði? Já, þú fær ekkert og eBay og pantar Harry Spítsuna sem að Grímur Vald smíðaði sko, 48. Já, hann frá 48. Já, hann smíðaði veturinn 47-8 fyrir ekki. Já. Hann tilbúinn minnum við 27. maí 48. Og hvað voru þið lengi að þessu? Við vorum 6,5 vetur eins og maður segir. Já. Og hann lítur glæsilega út. Já, það er gæt, takk, já, hann tókst ágætlega sko. Já.